Herru, 5-1 sláturinn á Skaganum, bara fyrstu viðbrögð eftir leik. Já, bara gríðarlega ánægður. Þetta er svona langt síðan unnið síðast leik og það var ágætt að fá smá svona reminder út af hverju maður í þessu. Það einmitt eins og mann líður akkurat núna. Árni kominn í markið í dag. Var erfið ákvörðun að taka Jón Sölva úr markinu? Já, hún var það og Jón Sölvi er búinn að standa sig vel. Árni var búinn að spila mjög vel þegar þangað til að meiddist. Þannig að við erum bara með 2 mjög góða markmenn og nú er það bara hlutverk þeirra beggja að sá sem að spila sig að standa sig vel og Árni veit að Jón Sölvi er annars í hæluna á honum, hann verður heldur betur að vera á tánum og hann var það í dag eins og allt lið. Mér finnst þið mæta hörkusterkir út í fyrri hálfleikinn. Bara hvað sagðirðu við strákana fyrir leik og í vikunni og annað? Ég sagði leikinn við og við erum bara búin að vinna í vissum hlutum sem við höfum kannski pínu gleymt núna hérna undanfarna vikur og við fengum það bara aftur inn í leikinn hjá okkur og þetta snýst ekki neitt í rauninni sem ég segi við leikmennina. Leikmennir finna þetta líka, skinnið allir, að vera í fótbolta ef illa gengur er ógeðslega erfitt og hundleiðilegt, þannig að ég held að mann eru líka bara að koma með nóg. Þið voru búin að tapa 5 í röð fyrir þennan leik, en samkvæmt tölfræðinni áttu að vera búin að gera betur í þessum leikjum, en bara var þetta frammistaða sem þú varst búin að bíða eftir? Já, ég er gríðarlega ánægður með þessa frammistöðu og svo með þessa blessuðu tölfræði, ég er nú búin að tala mikið þessa tölfræði og það hefur verið okkur óhagstæð í rauninni, en á endanum þá er náttúrulega bara ein tölfræði sem skiptir máli, það eru stigin sem við fáum og þetta voru sæt 3 stig. Víkingur næst, hvað getið tekið úr þessum leik inn í þann leik? Alveg helling, það er bara, þessi leikur verður bara algjör grunnur fyrir þann leik. Herru, takk hjá. Takk fyrir.